Landbúnaðarháskóli Íslands sem staðsettur á Hvanneyri býður upp á fjölbreytt nám við 3 deildir. Þar á meðal eru búvísindi og búfræði sem leggja áherslu á að auka þekkingu nemenda á sviði búfjárhalds og landnýtingar. Á meðal námskeiða sem nemendur í þeim greinum sækja eru verklegir tímar í fjósinu. Það koma hérna nemendur að haustin sem eru í bændadeildinni eða í búfræðinámi og þau fá að læra bara allt sem þarf að vita hvernig á að starfa í svona kúabúi og svona í svona fjósi og læra að meta einkenni gripa, hvernig þau eiga að líta út þegar þau eru heilbrigð og hvernig möguleg sjúkdómseinkenni getur lýst sér. Hvernig finnst þér í fjósinni? Mér finnst mjög gaman, maður er alltaf að læra eitthvað nýtt. Er einhverjar rannsóknir í gangi hjá ykkur? Ekki akkúrat í augnablikinu en við höfum verið að gera mikið af skemmtilegum rannsóknum, til dæmis með metanmælingar á kúm og svo var hérna í gangi beitarverkefni síðustu 3 sumur. Þannig að það er svona ýmislegt sem hefur verið í gangi. Þessa önn 100 nemendur samanlagt í staðnámi við háskólan sem mæta í tíma í fjósinu. En fyrir utan að vera kennslustofa fjósi einnig full starfandi mjólkubú. Hér í Hvanneyrarfjósi eru 60 mjólkandi kýr og 150 alls. En þetta er ein af þeim, hún Rikki. Búið framleiðir daglega 1650 lítra af mjólk sem jafngildir 28 lítrum á hverja kú. Hver er uppáhaldskýrið þín? Hún heitir Gola og hún er nú ekki hérna á bak við okkur en hún er númer 2147 og hún er svakalega góð og mikil mjólkurkýr.